Já, aðeins þýristor. Við getum sagt að þýristor sé stýrdíóða. Við getum kveikt á henni með púlsun á geitið. Þegar púlsun farinn, þá rennir straumur í gegnum hana áfram. Við getum ekki slökkt á henni nema að rjúfa rásina sjálfa í gegnum hana. Tökum þetta bara dæmi. Rofinn hér, hann lokaður, kemur þetta púlsun hingað inn. Og það fyrir púlsun hér í gegn, þetta pera, hún logar og í gegnum þýristorinn. Nú áttum við að rofa hérna, peran logar áfram. Nú rjúfum við hér, peran sloknar. Nú engin púlsun á geit, eða engin spennu á geitið og engin straumur í gegnum hann hættur að leiða. Nú lokum við hér aftur, svona. Ekkert ljós á díóðan, ekkert ljós á perunni. Nefnum við myndum loka núna aftur, þá myndi koma ljós á peruna, svo myndum við opna hér, þá myndi ljósið haldast. Þannig að til að rjúfa, til að slökkva þýristor, þá þarf að bæði taka púlsinn af geitinu og stoppa strauminn í gegnum hann. Og síðan þegar við setjum strauminn aftur yfir hann, þá fer hann ekki að leiða aftur, fyrir hann fær aftur plússpennu inn á geitið. Þetta DC-módulið á honum. Nú skulum við kíkja á AC-módulið, en hann mun meira notaður í AC-módulið heldur en DC. Hér er komið AC-módul. Þá getum við breytt hæðinni á AC-merkjunni hérna inn á geitið. Það er að hér er bara AC-merki. Svona, við tökum bara hlutaði til þetta innan hér og hérna við erum stífið hvað það er hátt merkið inn á geitið. Ef merkið er lítið, þannig að peran logar ekki, þá verður engin straumur í gegnum hann þýristor. En þýristor leiðir bara plús hluta gegnum sig, bara svo díóðan gerir. Hann getur ekki leitt mínuslutan, hann leiðir bara plúsinn. Og ef við myndum setja sveiflusjá hérna yfir, eða skóp, þegar hann leiðir ekki, þá er eins og hann sé ekki í rásinni. Og þá mælum við hérna bara fulla spennu hérna yfir, bara hér er jörð og hér er plús og mælum bara þetta merki hér. Síðan þegar hann fer að leiða, þá lækkar spennan yfir hann. Og ef við nú hækkum merkið inn á geitið, og ímyndum okkar ef við getum hækkað bara hækkað það svona, þá byrja hann að leiða, það er að segja plúsmerkið sem áður var með engum straum, allt í einu dettur það hérna niður, ekki svona slétt hérna. Hér er hann að leiða, hér er spennan yfir hann 0, af því hann er eins og vír, hann leiðir. Og svo gefum við mínushlutinn, hann getur ekki leitt hann í gegnum sig, þannig að við mælum hann alveg heilan hérna yfir þýristorinn. Svo gefum við næsti plús og hann færi þá upp svona aftur og svo niður hér og myndir leiða hér og svo niður. Þannig að þetta flata hér logar peran. Hér logar peran. Þetta er spennan yfir hann 0 þegar það er að hér er straumur í gegnum þýristorinn á svæði hér. Þannig að, í svöldmáli, AC-ið, hann getur bara leitt plúshluta í gegnum sig, lítið merkinn á geit, kveikir ekki á honum, stærra merkið, það þarf að vera cirka svona 0,6 til 0,8 volt hérna frá 0 upp í plús, svo hann fær að leiða. Og þegar það er bara örlítið, þá leiðir bara hluti af plúsnum, bara þetta litla svæði hér. Ef við myndum hækka þetta ennþá meira, þá myndum við enda með bara pínulítinn plús hérna, spennuna, og svo mikinn straum í gegnum hann. Þess að hér væri peran björtust. Hér er minna ljós á perunni, af því að þetta er ekki notað. Hér er þetta svæði sem við notum fyrir strauminn. Straumur og hér er meiri straumur, meira ljós. Við skulum kíkja nú aðeins á hérna, gera tilraun og gá hvort að þetta skýrist eitthvað við það. Já, þetta er með þýristor og hann er eins og stýrdíóða, þar sem við getum kveikt á, við þurfum að kveikja á hvorri hálfbylgju fyrir sig. En þýristor hann leiðir bara eins og díóð, hann leiðir bara plús niður. Þannig að hér lítið merki inn á geitið, þetta er geitið það, og náðarkáta, lítið merki inn og þá er svona sé ekki í rásinni og það er bara full spenna hérna yfir. Síðan stækkum við merkið inn, hækkum spennan á því og þá fer hann að leiða og þá getum við breytt hvaðan leiðir mikið af plúsnum hérna. Plúsin fer að leiða hér, mínusin leiðir aldrei. Og skoða þetta bara. Hér er merkið inn á geitið og þetta er merkið yfir hann og það er ekkert ljós, hann leiðir ekki neitt. Svo eikið núna, ég hækka þetta merkið hér inn á geitið og það er bara rétt að hækka það eins svona og
svona hana. Og hér séu að plúsinn, hann byrjar að leiða. Hluti af plúsnum leiði núna. Ef ég hækka það merki meira, þá leiði ég meira plúsnum. Og hækkaði spennuna og geitið meira. Sjáðu þið, þá penna bjartar og meira. Minni spennin á geitið, engi leiðinni, hækka hana hægt og rólega. Nú byrja plúsbygginn að leiða hluta til, leiðir helming hérna. Svo hækkaði merkið enn meira, þá leiðir það meira. En mínus hlutin alltaf óbreyttur, hann leiðir aldrei.